Heimili án Guðs griðastaður myrkurs. Þegar þú hugsar það, leyfðu mér að spyrja, hvað erum við að gera til að tryggja heimili okkar? Ekki bara fyrir veraldlegum ógnum, heldur fyrir óséðum öflum sem læðast hljóðlega inn. Þegar þú sérð 3 biblíuvers til að halda illsku í burtu frá heimili þínu, vekur það líklega nokkrar mikilvægar spurningar. Geta þessi fornu orð virkilega verndað mig? Hvernig virka þessi vers frammi fyrir áskorunum nútímans og snýst þetta einfaldlega að kunna þessi vers eða þarf eitthvað meira til? Sjáðu þetta fyrir þér. Heimilið þitt vígi fyrir ljós, óbugandi og ótruflað, gætt að guðlegri nærveru sem þú býrð yfir. Það það sem við erum að skoða í dag. Í lok þessa myndbands myndu ekki aðeins læra 3 kröftuga ritningagreinar, heldur einnig uppgötva einstaka venju sem innbyggð í biblíuna sjálfa, sem umbreytir þessum orðum í lifandi skjöld. Vertu með mér og þú ferð af stað í ferð til að halda myrkrinu fjarri þrepum dyra þinna. Kraftur orða. Ímyndaðu þér að stíga inn á heimili þar sem friður virðist taka á móti þér við dyrnar. Það eitthvað í loftinu, ekki bara hreinlæti eða skipulag, heldur andrúmsloft sem rólegt, örugt og fær þig til að finnast velkomin. Þetta griðastaður, staður þar sem þú ert varinn fyrir ringulreið umheimsins. Það sem margir gera sér kannski ekki grein fyrir að þessi tilfinning ekki bara tilviljun. Hún fæst fyrir skipulagða vinnu og fyrirætlun, með orðum og bænum sem þeir sem þar búa tala út. Heimilin okkar ekki bara 4 veggir og þak, þau endurspeglun þeirrar orku sem við ræktum innan þeirra veggja. Orðskuðirnir 1821 orðar þetta einfaldlega: dauði og líf á tungunarvaldi og sá sem hefur taum á henni mun eta ávöxt hennar. Orð okkar hafa djúpstæðan kraft, þau hafa getu til að skapa eða eyða, blessa eða bölva. Svo þegar við veljum að fylla heimili okkar af orðum lífsins, orðum frá fyrirheitum Guðs, við virki að skapa helgidóm og bjóða nærveru hans að búa meðal okkar. Sjáðu það fyrir því þannig að ljós flæðir yfir dimmt herbergi. Alveg eins og sólarljós umbreytir rými, fyllir það birtu og hlýju, umbreyta orð lífsins heimilinu. Þegar við tölum loforð Guðs það eins og að opna glugga í hjörtu okkar og heimili. Bjóða friði hans að flæða inn, reka burt hverskins skugga, ótta, neikvæðni eða ósætti. Ímyndaðu þér að byrja hver dag með því að standa í miðju heimilis þíns og boða blessunin í hvert herbergi, tala líf og lýsa yfir vernd Guðs. Þetta ekki tóm orð, þau ákall nærveru hans, kröftug trúarverk sem breytir andrúmsloftinu. Í biblíunni sjáum við þennan kraft orðana aftur og aftur. Hugsaðu Jósúa í Jeríkó sem bauð fólkinu að hrópa lof til drottins og múrarnir féllu. Eða Jesús sem lægði storminn með aðeins 4 orðum: haf hljótt þig. Orð sem styrt af sannleika Guðs hafa getu til að breyta veruleikanum og á heimilinu okkar geta þau orðið uppspretta guðlegrar verndar og friðar. Ímyndaðu þér núna að þú tækir þér augnablik á hverjum degi til að ganga hvert herbergi, biðja og tala orð Guðs upphátt. Það geti verið eins einfalt og að segja vers eins og: drottin ljós mitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Eða lýsa yfir loforði frið frá Jesaja: þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Þessi orð ekki bara hjal, þau eins og múrsteinar í andlegum grunni heimilis þíns og byggja upp vígi nærveru Guðs. Hugleitu stund. Hvernig andrúmsloftið á þínu heimili í dag? Orð eða ummæli sem hafa valdið ósætti eða óróleika? Eða kannski svæði þar sem þú þráir meiri frið, meira öryggi? Þessu hægt að breyta. Það byrjar á því að tala lífsins orð, gefa tónin með hverri bæn og ritningu sem þú talar yfir heimilið þitt. Þegar þú lýsir yfir þessum loforðum, verður heimilið þitt að helgidómi, rými sem aðskilið og varið af nærveru hans.
Svo á hverju morgni láttu fyrsta verk þitt vera að gera heimilið þitt að dvalastað fyrir frið Guðs. Með orð hans sem grundvöll þinn getur heimilið þitt verið meira en bara skjól. Það getur orðið griðastaður þar sem guðlegur friður og styrkur býr. Fyrsta versið, Sálmur 34:8. Ímyndaðu þér að ganga niður illa upplýstan stíg seint á kvöldin. Loftið er þykkt af óvissu, hver skuggi teygir sig með vísbendingar eitthvað hulið, eitthvað óséð, en þegar þú gengur finnur þú nærveru sem stendur vörð þig og verndar. Ímyndaðu þér á þeirri stundu að þú sért ekki einn. Óséð verndandi öfl umleggja þig, vakandi og reiðubúin. Þetta er ekki bara falleg mynd. Sálmur 34:8 lýsir þessu yfir með ótvíræðum hætti. Engill drottins setur vörð kringum þá óttast hann og frelsar þá. Hugsaðu nú þessi orð, setur vörð. Þetta er ekki aðeins að líta eftir eða óreglubundin aðgæsla. Þeir bókstaflega búa hjá þeim. Vakandi varnarmenn í kringum þig eins og hermenn sem standa vörð nóttina. Englar Guðs setjast að og dvelja nálægt þeim sem lifa í lotningu fyrir honum. Þetta er ekki tímabundið, ég heldur aðeins loforð fyrir hinna guðræknu helgu menn forðum daga. Það er jafn satt núna og það var þá. Lifandi fyrirheit fyrir hverja sál sem einlæglega leitar og virðir Guð. Ritningin sýnir okkur oft þessa engla að störfum. Þeir eru ekki fjarlægir eða áhugalausir. Þeir eru sendiboðar, stríðsmenn, sendir beint frá nærveru Guðs sjálfs. Þeir fylgjast ekki aðeins með úr fjarlægð, þeir grípa inn í og verja hinna trúuðu frá skaða. Hugsaðu Daniel í ljónagryfjunni. Hungruð villt ljón umkringdu hann en þau gátu ekki snert hann. Hvers vegna? Vegna þess að þar var engill sem stóð á milli Daniels og banvænna áforma ljónana. Eða lítu á þjón Elísa. Augu hans opnuðust til að sjá fjallið fullt af hestum og eldvögnum umkringja þá. Voldugan engla her sem verndar spámann Guðs fyrir óvina sveitum. Þetta var ekki bara til að sýnast. Þetta var órjúmvalegt loforð vernd Guðs sem umlykur þjón hans með krafti og óbilandi vörn. En við skulum koma þessu inn í okkar eigið líf. Loforðið er ekki aðeins fyrir fornar hetjur trúarinnar. Það er fyrir móðurina sem biður yfir börnum sínum, en unga trúaða sem glímur við þrýsting heimsins, faðirinn sem reynir að leiða fjölskyldu sína á vegum Guðs. Englum Guðs er falið að vaka yfir hverjum einstaklingi sem ber lotningu fyrir Guði. Hins vegar er skilyrði bundið við þetta loforð. Vörnin er fyrir þá sem óttast hann. Heilagur ótti sem þýðir ekki skelfingu heldur djúpa varanlega virðingu og kærleika til hins almáttuga, skilning á heilaleika hans og valdi. Hvað ef við færum að líta á heimili okkar sem stað þar sem hægt var að virkja þessa englavernd með eigin lotningu fyrir Guði? Okkur er lofað að þegar við ræktum anda virðingar fyrir Guði, þegar við heiðrum hann í orðum okkar og gjörðum og hugsunum, munu englar Guðs taka stöðu sína í kringum okkur. Það er eins og að hengja skilti yfir hurðin okkar. Þetta er staður þar sem Guð er heiðraður og býður vernd sinni inn í hvert herbyggi og hvert augnablik. Ímyndaðu þér ef sérhver fjölskylda gerði þetta að venju, biðja engla Guðs að gæta hvers fjölskyldumeðlims, festa Sálm 34:8 sem borða yfir heimilið þeirra. Að setja þetta vers upp húsið, á hurðum í stofu eða jafnvel á svefnherbergisveggi til að minna á að guðlegir verndarar eru alltaf nálægir, tilbúnir til að starfa fyrir hönd þeirra sem elska Guð. Þetta snýst ekki hjátrú, þetta snýst að lifa á þann hátt sem býður upp á nærveru Guðs og samræmir líf okkar loforðum hans. En nú skulum við staldra við. Gefðu þér augnablik til að hugleiða andlega andrúmsloftið á heimilið þínu. Eru staðir þar sem gæti þurft að endurnýja lotningu fyrir Guði? Er pláss til að bjóða þessum heilaga ótta, leggja til hliðar truflun og hlúa að anda sem kallar á englavernd Guðs? Loforðið er raunverulegt, verndin er til staðar,
en hún byrjar á því að hjörtu okkar og heimili séu staðir þar sem Guð er heiðraður umfram allt. Ef þú byrjar hver dag með þetta vers í huga, með hjarta sem óttast Drottinn að auðmýkt, þá ertu að bjóða þessum guðlega her að ganga með þér. Ímyndaðu þér bara sjálfstraustið, friðin við að vita að englar hans eru til staðar, fylgjast með, verja og frelsa, alveg eins og hann lofaði. Annað vers, síðara Þessalónikubréf 3:3. Ímyndaðu þér storm sem geisar úti. Þú ert öruggur innandyra, en samt heyrist órólegt hljóð þegar vindurinn reynir á hverja fjöl í skjólinu þínu. Finnurðu á því augnabliki fyrir algjörri fullvissu í veggjunum í kringum þig? Eða eru langvarandi áhyggjur af því að eitthvað geti ratað inn? Skoðum nú síðara Þessalónikubréf 3:3 sem segir okkur berum orðum: en trúr er Drottinn og hann mun styrkja yður og vernda fyrir hinum vonda. Rétt eins og skjól byggt úr sterkustu efnum er Drottinn okkar stöðugt vígi. En loforð hans er miklu meira en veggir. Það er persónlegt, nær út fyrir allar hindranir sem við getum ímyndað okkur. Í þessu versi er talað trúfastan Guð sem ekki aðeins verndar okkur fyrir stormum lífsins, heldur stendur hann sem vörður gegn árásum óvinarins. Það sem er merkilegt hér er fullvissan sem okkur er veitt, ekki bara vernd Guðs, heldur styrk hans sem streymir inn í líf okkar. Hann styrkir okkur innanfrá, byggir upp seglu sem þolir freistingar, ótta og andlegar árásir. Og á þeim augnablikum þegar okkur líður eins og við séum í umsátri, hvort sem það er vegna kvíða, efa eða jafnvel andlegs myrkurs, er vernd Drottins eins örugg og dögunin. Það er áminning að ekkert myrkur kemst í gegnum ljósið sem hann gefur. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Jóhannes 1:5. Ímyndaðu þér tíma þegar þér fannst þyngd heimsins bera þig ofurliði. Kannski var þetta tímabil stanslausra áhyggja eða þegar efasemdir leiddust að og virtust halda þér í gíslingu. Vörn Guðs er ekki óvirk, hún er virk. Vökul vörn gegn öllu sem leitast við að skaða þig. Þegar styrkur okkar kvikar, stígur hann inn til að styðja okkur og tekur á sig baráttuna sem við getum verið of veik til að takast á við. Á þessum augnablikum er það öflug æfing að staðfesta þetta vers upphátt. En trúr er Drottinn og hann mun styrkja yður og vernda fyrir hinum vonda. Að segja það upphátt snýst ekki bara orðin, það snýst að jartengja sjálfan þig í sannleika sem er óhaggandi. Það færir áherslu þína frá ótta til trúar, frá varnarleysi til sigurs sem Guð hefur þegar tryggt. Gefðu þér augnablik til að hugleiða. Hvernig hefur Guð verndað þig á tímum myrkurs? Hugsaðu þau augnablik þegar óttin eða freistingin bankaði að dyrum en friðurinn stóð einhvern megin vörð í staðinn. Í hvert sinn sem við viðurkennum nærveru Guðs í lífi okkar, komumst við nær því að treysta trúfesti hans, efla samband byggt á þakklæti, trausti og óbilandi fullvissu að hann mun aldrei láta okkur verða áætlunum óvinarins að bráð. Í þessu felst vernd Guðs, kærleiksríks föður sem vakir yfir börnum sínum, ekki af meðaumkun heldur af krafti. Hann stendur reiðubúinn, trúr í hverjum stormi, verð þig með kærleika sem getur ekki brugðist. Þriðja vers, Orðskviðirnir 3:33. Ímyndaðu þér heimili, hugsaðu nú allt sem fyllir það, ljósið, hljóðin, orðin og tilfinningarnar sem skilgreina andrúmsloftið. Orðskviðirnir 3:33 segir okkur eitthvað djúpt þetta rými sem við köllum heimili. Bölvun Drottins er yfir húsi hins óguðlega, en bústað réttlátra blessar hann. Þetta vers dregur skýra línu á milli tveggja heimila, annars vegar þar sem myrkur býr og hins vegar þar sem ljós Guðs skín. Í heimi sem er stöðugt að draga okkur í allar áttir snýst réttlát heimili ekki gallalausa fullkomnun,
Þess í stað snýst þetta að velja grunn sem byggist á því að heiðra Guð, rými þar sem nærveru hans fagnað. Lykillinn að stilla hjörtu okkar á tilbeiðslu, kærleika og hlýðni, fylla heimili okkar af þessum gildum þar sem þau metta hvert horn. Ímynda þér heimili þitt eins og garð, það blómstrar ekki fyrir tilviljun. Það krefst stöðugrar umhirðu og stundum að draga út illgresi til að skapa pláss fyrir nýtt líf. Á sama hátt krefst réttlátt heimili að hreinsa allt sem kallar á neikvæðni eða freistingu. Eitthvað herbergi þar sem engin friður finnst eða fyllt af átökum, horn þar sem gremja fara að grassera. Að gera heimilið þitt að stað þar sem friður Guðs getur dvalist hefst með því að skoða það sem fyllir hjarta þitt og heimili. Í raun getur það byrjað smátt að búa til þetta andrúmsloft. Komdu þér upp stað, stól við glugga, notalegan krók í stofunni þar sem þú lest orð Guðs. Láttu það verða þinn persónlega griðastað. Fyrir fjölskyldur reyndu að helga stuttan tíma á hverjum degi til hollustu, að bjóða hverjum meðlimi að koma saman, lesa vers og deila einfaldri bæn. Ímyndaðu þér hve mikil áhrif það hefur að vita að á hverjum degi skapar fjölskylda þín tíma til að leita nærveru og leiðsagnar Guðs. Hugsaðu líka að útrýma truflunum eða áhrifum sem trufla friðinn sem þú ert að byggja upp. Slökktu á endalausum hávaða neikvæðni, hvort sem það frá fjölmiðlum, óheilbrigðum samtölum eða persónlegum venjum. Í staðinn skaltu fylla plássið þitt með orðum lof og þakklæti. Réttlátt heimili finnur styrk í daglegu vali, fjarlægir uppsprettur freistinga og birtir áminningar fyrirheit Guðs allt húsið. Gefðu þér augnablik til að hugleiða. Hvaða andrúmsloft býr heima hjá þér núna? Hvaða andi fyllir herbergi þess? Kannski kominn tími til að bjóða Guði að hreinsa og endurnýja rými þitt, fylla það að kærleika hans og friði. Einfaldar ákveðnar breytingar eins og vers á vegg, fjölskyldubæn á hverju kvöldi eða skuldbindingum að leysa átök með kærleika geta gert heimilið þitt ekki bara að skjóli, heldur að helgidómi þar sem blessanir blómstra. Þessi umbreyting ferðalag, ekki áfangastaður. Hver lítil athöfn byggir varanlegan grunn, býður blessun Guðs, vernd og frið inn á heimili sem endurspeglar nærveru hans. Láttu þetta vera bæn þína að heimili þitt verði staður þar sem Guð heiðraður, staður þar sem blessanir hans streyma frjálslega og ríkulega. Samþætting þessara versa inn í daglegt líf. Hugsaðu hermenn sem standa vaktina daginn út og daginn inn. Þeir sleppa ekki einni vakt vegna þess að þeir vita að hvert augnablik gefur pláss fyrir varnarleysi. Þessi sama regla á við andlegt líf okkar. Rétt eins og við verndum heimili okkar og ástvini fyrir líkamlegum ógnum daglega, þurfa andlegar varnir okkar sömu óbilandi athygli. Þegar við erum samkvæm í því að krefjast fyrirheita Guðs, verða þessi vers ekki bara orð, þau verða skjöldur lifandi krafts. Að byggja upp varanlega andlega vörn hefst með litlum trúarathöfnum. Að tala þessi vers yfir heimilið þitt, ræða þau við fjölskylduna eða jafnvel setja þau þar sem þú munt sjá þau á hverjum degi, getur skapað grunn andlegar seiglu. Samræmi snýst meira en endurtekningar. Það snýst ásetning, vitandi að hvert augnablik sem varið í að tengja okkur loforðum Guðs styrkir vernd okkar gegn ósýnilegum öflum. Á hverjum degi, þegar við stöldrum við til að lýsa yfir þessum loforðum, bætum við öðru styrkleikalagi á veggi andlegs heimilis okkar. Ímyndaðu þér að byrja daginn á því að lesa eitt af þessum versum upphátt. Láta orð þess setjast inn í huga þinn og hjarta, eða kannski einu sinni í viku safnast saman sem fjölskylda og hugleiða hvernig þessi loforð að þróast í lífi þínu. Það þurfa ekki að vera langvarandi helgistundir. Krafturinn liggur í raunverulegri tryggð í því að velja að nálgast Guð reglulega. Munurinn á andlega styrtu heimili og því sem viðkvæmt
er oft að finna í samræmi. Þegar við gróðursetjum orð Guðs í daglegri rútínu okkar, byrjar það að festa rætur í hjörtum okkar og huga, tilbúið að styðja okkur á erfiðum tímum. Íhugaðu morgun rútínu þar sem þú lest eitt af þessum versum, ekki af skyldurækni, heldur sem daglega áminningu trúfesti Guðs. Eða taki frá tíma í hverju viku til að hugleiða með fjölskyldunni, styrkja hvert annað með því að segja frá því hvernig loforð Guðs eru að lifna við í lífi ykkar allra. Spurðu sjálfan þig, eru einhver svæði í andlegu lífi þínu sem myndu njóta góðs af meira samræmi? Gætu nokkrar einfaldar breytingar hjálpa til við að koma þessum loforðum betur inn í daglega upplifun þína? Taktu ákvörðun í dag að samþætta þessi vers inn í rútinu þína, ekki sem helgisíði, heldur sem tjáningu trúar. Byggðu upp andrúmsloft þar sem nærvera Guðs finnst daglega. Samræmi í því að krefjast loforða hans getur breytt heimilið þínu í griðastað, athvarf sem einkennist af friði hans og vernd. Kraftur ljóssins gegn myrkri. Ef þú hefur náð hingað, skrifaðu ljósið sigrar myrkrið í athugasemd til að krefjast loforða Guðs fyrir heimilið þitt. Þessi einfalda yfirlýsing sameinar okkur ekki aðeins í trú, heldur verður skuldbinding, áminning að ljós Krists er sterkara en nokkurt myrkur sem geti reynt að komast inn í líf okkar. Ef þú vilt ganga lengra í þessari trúarferð, haltu áfram að fylgjast með okkur hér og haltu þannig áfram að styrkja varnir þínar og umfaðma ljós Guðs, frið og vernd. Markmið okkar er að veita nýja innsýn, nýja leið til að standa staðföst, svo þú ert aldrei einn á þessari braut. Hugleitu í smá stund kraft loforða Guðs í lífi þínu, ekki bara sem vernd fyrir heimilið þitt, heldur sem leiðar ljós í samböndum þínum, vali og innri friði. Myrkrið getur þrýst inn, en ljós Krists skín alltaf bjartara. Mundu að orð hans er meira en bara skjöldur, það er leiðarljós sem lýsir upp veginn fram á við og umlykur hvert horn í lífi okkar með óbilandi nærveru sinni. Ljúkum með bæn. Kæri himneski Faðir, við komum fram fyrir þig og leitum verndar þinnar og friðar yfir hverju heimili. Megi englar þínir standa vörð yfir hverju herbergi og fylla hvert rými með ljósi þínu. Láttu frið þinn hvíla yfir hverju hjarta, eyða ótta, áhyggjum og hverskins myrkri sem reynir að komast inn. Drottinn, við biðjum í trausti á trúfesti þína, veit okkur hugrekki til að ganga réttlát og styrk til að standa staðföst í loforðum þínum. Umkringdu okkur kærleika þínum og ljósi, svo að heimili okkar megi vera helgidómur nærveru þinnar. Í Jesú nafni við biðjum. Amen. Láttu þessa bæn vera áminningu þína, með Kristi sigrar ljósið ávallt myrkrið.